Umhverfismat í gildi og farið að lögum í undirbúningsframkvæmdum við Bjarnarflag, segir sveitarstjóri Skútustaðahrepps. Rask vegna framkvæmdanna komi ekki á óvart. Sveitarstjóri Skútustaðahrepps undrast gagnrýni landverndar á undirbúningsframkvæmdir vegna virkjunar í Bjarnarflagi. Landvernd hafi hvorki gert athugasemdir við umhverfismat né deiliskipulag svæðisins. Landsvirkjun vinnur nú að landmótun og vegagerð þar sem fyrirhugað stöðvarhús Bjarnarflagsvirkjunar rís ef ákveðið verður að virkja á svæðinu. Þetta umtalsverðar framkvæmdir í dalskoru vestan Námafjalls en þær ná yfir 800 metra langt svæði. Sveitarstjórn Skútustaðahrepps gaf leyfi fyrir framkvæmdunum og sveitarstjórinn segir að þar á bæ hafi allir áttað sig á umfanginu. Menn ekki að hefja þetta ferli núna. Þetta ferli í rauninni sem byrjaði fyrir nokkrum árum síðan og meðal annars þá með umhverfismatinu sem gert í 2003. Síðan búið að gera deiliskipulag, þannig ég held að flestir hafa nú átt að sig á því að þarna yrðir mjög rask. Landvernd vill að þessar framkvæmdir verði stöðvaðar. Þær séu óafturkræfar og af þeirri stærðargráðu að hér séu virkjunarframkvæmdir í rauninni hafnar. Bryndís Hlöðversdóttir stjórnarformaður Landsvirkjunar segir stjórnina hafa móttekið erindi landverndar. Það verði tekið fyrir á næsta stjórnarfundi og því svarað formlega. Mér finnst líka að menn þurfa að vera sjálfur sér samkvæmir. Og eftir því sem ég kemst næst, þá gerði landvernd ekki athugasemd við umhverfismat á sínum tíma. Landvernd gerði ekki athugasemd við deiliskipulagi sem var staðfest í fyrra. Og mér finnst nú að menn þurfi nú aðeins að horfa til þess líka. Menn get ekki bara komið núna og rópa úlfur, úlfur. Og hún tekur ekki undir það að óafturkræfar framkvæmdir sé að ræða. Á þessum stað, þannig við Bjarnarflagi, það var nú ekkert nema urð og grjót. Þannig ég hef enga sérstakar áhyggjur af því.